Hæ, gleðilegt nýtt tungl. Núna á alltaf að koma í gang og ég ætla að setja hérna myndbandastað á símanum mínum þannig að ég geti fylgst með kommentum og svoleiðis. En allavega veriði velkomin og gleðilegt nýtt tungl. Þetta ég held ég bara hérna alltaf að tekja hérna fresti svona cirka bát. Mér finnst þetta gaman og mér finnst gaman að heyra að aðrir njóti líka. Þetta svolítið sérstakt tungl sem er núna, eins og það búið að vera síðustu mánuði, nokkur sérstök tungl og þar að auki þá var líka sólmyrkvi. Hins vegar þá náði sólmyrkvinn hápunkti einhvern tíðan í nótt, bara miðjanótt og þannig að hann var eiginlega hvergi sjáanlegur nema kannski einhvers staðar á suðurheimskautunum. En nýja tunglið sjálft náði hámarki, á Íslandi náði að hámarki rétt fyrir klukkan 8 í morgun. Ég man ekki hvort það hafi verið 7:47 eða eitthvað svoleiðis. En ég ætla bara að fara beint í að renna yfir hvað stokka við erum að nota í dag. Og við erum að nota Spirit of the Wheel og að sjálfsögðu Moonology og svo erum við með líka íslensku víkingakortin. Það svolítið síðan að þau hafa verið með, finnst mér, eða kannski ekki, en mér finnst það. Ég vil að þið velji ykkur stokk til að tengja við og ég gef ykkur smástundi það og svo les ég upp úr. Og ef þið ekki að horfa á þetta live, ef þið horfið að þetta seinna í dag eða á morgun eða eitthvað, endilega samt prófið að tengja ykkur við og taka leiðsögn. En ég ætla að ýta skjánum hérna niður, beina þeim að spilunum, sýna ykkur stokkana, þannig að þið getið fókusað á spilin og meðan ætla ég að segja ykkur aðeins frá þessu tungli. Hér eru stokkanir og við erum hérna með Spirit of the Wheel, Moonology og íslensku víkingakortin. Þetta tungl, við erum að tala um nýtt tungl í Bogmanni og orkan sem fylgir því er mjög kröftug og hún eflist því líka við það að það sé sólmyrkvi þar á auki. En orka Bogmannsins hún er mjög skemmtileg en hún er alveg intense. Og þetta svolítið mikil svona atorku og athafna orka sem að verður kannski til þess að margir eru kannski upplifa svolítið svona nýjan drifkraft eða eldmóð, svona auka batteri svona til að keyra sig inn í þennan síðasta mánuð ársins. Svo eru margir hver sem eru jafnvel bara mjög eirðarlausir, finnst ekki nóg að vera að gerast, hlutirnir að gerast of hægt, þeir vilja að hlutirnir þeir gerast núna. Þetta ef við hugsaum það svolítið þannig að bogmaðurinn, hann spennir bogann og svo þarf hann að bíða þangað til hann sleppir og hann vill helst fá bara skjóta örvum bara hægri vinstri. Hann vill svolítið að hlutinu gerist bara núna. Og hann fær hugmynd og ég vil gera þetta núna. Þannig að það svolítið orkan sem er ríkjandi núna. Þannig að það ekki skrítið sig kannski svolítið að ganga ykkur óþolinmæði eða eirðarleysi og háflægur hugmyndir og alltaf að gerast. Þannig að það, eins og ég segi, það þessi athafna og atorku orka sem er mjög ríkjandi núna og hún margeld fyrir það að það sólmyrkvi. Þá verður allt bara svolítið meira intense. Á nýju tungli þá könnum við hvað að koma upp á yfirborðið fyrir þig, eitthvað sem þú þarft að kanna betur, það að segja hver megin skilaboðin frá nýja tunglinu eru og hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa. Þannig að við skulum fara í lestur og við byrjum á Spirit of the Wheel og byrjum við á því að kanna fá spil fyrir það
hvað að koma upp á yfirborðið hjá okkur persónulega þessa dagana. Það kom 2 spil, ja. En við erum hér með Stone of Self og Clarity. Stone of Self táknmynd innri styrks, sanna sjálfsins og potential eða möguleika. Þannig að það sem að koma svolítið upp núna sennilegast það að vakna svolítið innra með þér, svona hver þú hver þú vilt vera, hvað þú stendur fyrir, hver gildin þín eru, hvað þú getur, og það svona þú ert að tengjast mikið við sanna sjálfið þitt, og svo færðu með því líka clarity, skýrsýni, sem að táknmynd innri sýnar, sannleika og uppgötvuna. Þannig að þetta finnst mér svolítið að dúndrast mjög sterkt inn hjá þér núna, og með Bowmans orkunni þá finnst mér þetta vera að keyrast upp í þér með látum, með alveg, mér langar hreinlega til að segja heift, nema mér finnst samt ekki rétt orða þegar mér finnst það svo reitt, en það eins og að hafi kviknað eitthvað logi í þér sem að að keyra þig í það að vilja vera fylgja þínu, vera sannur þér, gildunum þínum, sanna sjálfunum þínu. Það rosa mikið að ívast upp, það eitthvað svona gömul glóð djúpt innan úr þér sem að kvikna og verða að báli, finnst mér. Ef við lítum á megin skilaboðin, kemur Stone of the Ancestors, sem að æðri máttur, leiðsögn og valið. Og það samsvarar svolítið með það að það hér að benda í innsæðið þitt, æðra sjálfið þitt og innri sýnina þína, sannleikann þinn. Að megin skilaboðin eru þá að já, nýttu það. Taktu leiðsögn frá bæði æðra sjálfinu þínu, leiðbeinendum þínum og frá æðri mátti. Og mundu að þú hefur alltaf val þegar það verið að ganga á gildin þín eða mörkin þín jafnvel, ganga á sýnina þína eða það sem þér finnst vera rétt. Þú hefur alltaf val hvort að þú leyfir því að gerast eða hvort að þú standir fyrir þínu. Og þegar ég segi leyfið þér að gerast, þá ég að tala í hversdagslegum aðstæðum, ekki í aðstæðum þar sem að verið að ganga á viðkomandi með til dæmis ofbeldi. Við erum að tala hérna meira svona í þessu dagsdaglega. En hins vegar þá þetta áminningum að þú hefur val það að standa með þér, gildunum þínum, orkunum þínum, kraftinu þínum. Og það verið að benda í þig, og þessi eldur sem að brjótast innan úr þessa dagana þannig til að minna á það að, heyrðu, nú stöndum við með okkur sjálfum. Og við stöndum með því sem við trúum og við göngum þann veg sem við boðum. Þegar það svo auðvelt að láta þakka sig niður. Og þetta þurfi ekki alltaf að vera stórmál. Þetta getur verið ágreiningar innan fjölskyldu eða vinnu eða mynstur sem þú ert ekki ánægð með. Getur raunin verið hvað sem er. Þannig að það að koma mjög sterkt hér inn að standa með sjálfu þér, einsæðinu þínu og sýninu þínu, sérstaklega gildunum þínu. En við skulum fá niðurstöðu hér, afleiðingu. Og það kemur viska sem fylgir náttúrulögmálinu, lærdóminum og deilingu, það að segja að deila með öðrum, spegla með öðrum. Þannig að þetta sem að gangi hjá þér núna, það mun skila alveg rosalegri reynslu og þekkingu í þinn lífsbanka. Þú ert að fara að læra ofboðslega mikilvægar leksjur út frá þessu,
eitthvað sem þú kemur til með að geta deilt með öðrum og nota til þess að tengjast öðrum mannverum dýpra og betur og heilbrigðar finnst mér, sérstaklega þegar að kemur að því að alltaf fara að standa með mörkunum sínum að þá nærðu miklu heilbrigðara tengingu við fólk þegar þú ert búin að fara í gegnum þessa leksju. Þannig að þetta er mjög dýrmætt ferli sem þú ert að fara í gegnum núna og dýrmætt leksja og hún er bara til þess að kenna þér og styrkja þér og efla þig. Þannig að þetta er mjög góð leiðsögn, mér langar til að benda á það fyrir hvern sem er, en það er í þessari bómannsorku þá er hérna einhver neisti innra með þess sem að kviknaði bál og leyfðu því að brenna, leyfðu því að keyra því áfram, bara leyfðu þessari dásamlegu orku að keyra þig nær sannara sjálfinu þínu og inn í lærdóminn. Þá skulum við næst kíkja í monologi. Og við byrjum á því að fá spil fyrir það hvað er að koma upp á yfirborðið. Svona. Það kemur hérna fyrsta kvart í tungli og skilboðið með því er að skuldbindingin þín eða staðfestan þín er að vera ögrað. Þannig að það er í einhverju þáttum í lífinu, hvað varðar einhver stað þar sem þú er kannski svolítið bundin í eða hvort sem það er í leik eða starfi eða sambandi eða einhverjum félagsskap, að þá er svolítið verið að ögra svona svolítið þinni rót í því. Það er verið að ögra svona þinni festu við málin, ekki endilega traustinu þínu. Það hefur ekkert með það að gera hvort þú sért hliðsvotlega eða traust í því sem þú ert að gera, heldur er einfaldlega að vera að ögra ástæðan þínu fyrir að fylgja áfram einhverjum félagsskap eða starfi eða hvað það nú er inn í einhverjum aðstæðum. Þannig að það er verið að ögra þér þessa dagana. Við skulum sjá sem megin skilaboðin og kannski fáum ykkur að betri innsýn inn í það af hverju er verið að ögra þér. Þetta getur verið ákvaða sviði sem er, segi ég, hvort sem að einmitt er leikur eða starfi eða félagsskapur eða innan fjölskyldu, í sambandi, félagsskap eða semt vinasambandi, parsambandi, það getur verið hvað sem er. En við skulum sjá hérna megin skilaboðin. Það kemur emotions are running high og look at the bigger picture. Það eru ofurtunglið sem að segir tilfinningarnar eru mjög hátt uppi og svo fáum við hérna fullt tungl í bómanni sem að segir lítt og heildarmyndina. Þannig að það er hér áminning það að þessa dagana er orkan sterk, tilfinningarnar eru stórar, miklar, háværar, það er allt einhvern veginn stærra og það er sennilegast það sem er að ögra þér. Og það er ástæðan fyrir að þú upplifir þig eins og ögrað í þínum aðstæðum. Það er hér áminning að horfa á heildarmyndina, þannig að núna er mjög góðu tími fyrir þig að taka hlutunum ekki á persónulega, heldur kannski stíga skrefið aftur og bak og líta aðeins og heildarmyndina og þá sérðu að þetta er kannski ekki bara ég eða í mínu lífi eða í mínum aðstæðum.
hinir aðilarnir sem koma að eru kannski að díla við eitthvað dót líka, þú veist, og eru líka í svipuðum pakka. Þannig að líkt aðeins á heildarmyndina að ekki vera of persónuleg í þessu. Gefðu þessu tíma, ekki taka neinar ákvarðanir núna, af því að orkan líka svolítið þannig og það er streita í fólki, það er tilfinningarnar eru hátt uppi og það er ekki bara það að tunglstaðan sé þannig, heldur líka bara að þú lítur það að það er stutt jól og því fylgir oft alls konar streita fyrir marga og það er svona uppbyggjandi spenna. Þannig að núna er ekki góður tími til að ætla að fara að taka einhverja stóra ákvarðanir endilega fyrir þig. Og við skulum fá niðurstöðu. Niðurstaðan er nýtt tungl í Krabba sem segir You and your loved ones are safe, eða heldur þú og þínir kærustu eruð örugg. Eins og ég segi, núna er bara svolítið mikið í gangi og orkan hátt uppi, tilfinningarnar hátt uppi, þannig að þér er ögrað og það ýtir kannski undir eitthvað tilfinningum að vilja gera breytingar. En þú getur samt alveg fullvissað um það að það er allt í góðu. Þú ert alveg örugg og eins líka þá þín búblaðin er alveg safe, er alveg örugg. En þú þarft ekki, þó að þú sért að upplifa ögrun, þú þarft ekki að flýja, þú þarft ekki að stökkva til að breyta. Eins og ég sagði þá, það er bara svo mikið, það er einhvern veginn allt svolítið hátt uppi núna, þannig að það er nauðsynlegt fyrir þig að halda hlutleysi, stíga til hliðar, taka hlutunum ekki persónulega. Og núna er góður tími til þess að bara leyfa þessu svolítið að liggja í salti, ekki vera að keyra eitthvað í gang. Núna er alveg fyrir þig að núna er rétti tími til að leggja hlutin í salt og einmitt ekki vera að skjóta einhverjum örvum út í loftið í þessari athafna orku bómansins. Frekar að reyna að leggja öruna niður og bíða og sjá til. Og það hefur ekkert að óttast fyrir vikið, þó þú upplifir ögrun þá hefur ekkert að óttast. En þá skulum halda áfram og við förum í víkingakortin. Við byrja á að fá spil fyrir það hvað er að koma upp á yfirborðið. Það kemur spilið níðstöng sem táknar umtal. Þá finnst mér vera að koma með því svolítið svona það er að rísa upp hjá þér eða ykkur ótti eða áhyggjur af annarra manna áliti jafnvel stöðuðinni innan samfélagsins eða innan ykkurs hóps, öryggið þitt inn í hvort sem það er í vinnu eða eða í starfsemi innan félagsskaps. Þetta getur verið svolítið víðtækt eins og ég segi, hvort sem það er alveg bara samfélagið í heilsinni eða hreinlega bara vinahópurinn eða vinnustafurinn. En það er finnst mér áhyggjur hérna að vera hjá þér það hvernig annarra manna ásýnd á þig er. Hvort að það sé verið að segja eitthvað ljótt á bak við þig. Og þá er bara mjög góð áminning að bara heilt yfir almennt að þá kemur annarra manna álit á þér einfaldlega bara ekki við. Það varðar þig bara ekki neitt. Þannig að ekki vera að taka það til þín. Ef við skoðum megin skilaboðin. Þá kemur haugurinn sem táknar hringrás lífsins, upp á og endi, líf og dauða.
Þannig að það eru hér mögulega einhver mál sem að þurfa að fá að vera lögð til grafar. Sennilega einhver gömul mál, eitthvað sem að einhverjir ágreiningar í samskiptum eða innan hópa, eitthvað sem að hefur kannski verið eldaði í einhvern tíma. Að núna er komin tími til þess að bara leggja það í gröfuna og láta það eiga sig, bara skila því aftur til jarðar og vera ekkert að taka það með sér lengur. Og eins og ég sagði, annarra manna álit á þér, það kemur ekki við, þú hefur ekkert með að gera, það varðar það ekki. Þannig að þá er ágætt að bara skila því aftur í jörðina, bara grafa það. Og það er þannig að finnst mér vera megin skilaboð svolítið að bara leggja svolítið niður vopnin og vera ekki að taka þátt í bara vitleysunni heilt yfir á almennt. Og vera ekki að rembast eða halda í eitthvað gömul mál sem að eiga ekki heimangengt í dag lengur. Við skulum sjá hver niðurstaðan af þessu er. Svona. Það kemur bifröst sem er samruni, sem segir mér það að miðað við þessi spil sem eru að koma hér upp, að með því að leggja til hliðar ykkur svona gömul persónuleg mál eða sem varða sérstaklega þá annarra manna álit á þér eða umtal eða eitthvað svona, ég ætla bara að segja beint út, eitthvað svona drama, að með því að leggja þau bara til hliðar og taka ekki þátt í þessu lengur, að láta þetta ekki varða þig lengur, þá nær þú að una þér miklu betur í leik og starfi og í samskiptum, bara heilt yfir almennt. Og þá minnkar svo mikið tókstreitina að þá verður þetta ekki eins flókið og erfitt, og þegar við erum alltaf eitthvað staðar að halda aðeins í eða hvort sem það er halda í gremju eða halda í ótta eða áhyggjur og vantraust, að þá myndast tókstreita og þá verða oft samfélagslegi þættir bara þreytandi, erfiðir, tekur á. Þannig að með því að skila svona erfiðleikum bara aftur til jarðarinnar og leyfa henni að eiga það, þá eigum miklu auðveldara með að flæða samfélagslega séð og í samskiptum. Það er ekki þar með sagt að við þurfum alltaf að vera besti vinur allra eða treysta öllum í einu og öllu, heldur er þetta meira það bara að þú nærð að flæða með á þess að verða nokkuð vesen. Nærð að vera þá frekar bara svolítið hlutlaus og það er ekki gengið á þig. Þetta verður miklu svona einfaldari braut fyrir þig. Þannig að þetta voru víkingkortin. Og þá erum við búin með alla þrjóstokkana og ég ætla að segja á ykkur aðeins hérna aftur, eða þið mig. Já, þetta voru 3 áhugaverðar lagnir. Svona ólíkar en keimlíkar finnst mér, og áberandi svona finnst mér þær voru alltaf svona svolítið skarpar, verð ég að viðurkenna, og það er kannski vegna þessara orku sem er í gangi, hver veit, bómaðurinn sem að bara dregur í streng og skýtur af, en hver veit, þetta er allavega gaman og ánægilegt að fylgjast með, að það er verið að horfa og læka og svoleiðis. En já, þetta voru þá lagnir og leiðsagnir á nýju tungli og ég þakka það bara kærlega fyrir mig, þakka fyrir áheyrnina og vona að skilaboðin komi til með að nýtast ykkurum. Þannig að bara takk og bless og við sjáumst næst á fullu tungli.